Heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég hef kosið að kalla þetta erindi mitt skuggar helgunar. Og þetta er svona framhald af því sem ég var með síðast. En þá var ég að tala um skuggar hjálpræðis. Þá benti ég ykkur á hvernig loforðið sæðið í 1. Mósebók 3:15 hefur sína eiginlegu uppfyllingu í meyjarfæðingunni þegar Kristur kom í heiminn. Einnig hvernig líf og starf Móse benti allt til komu þessa sæðis. Þannig eru Mósebækurnar skuggi þess sem koma átti og fá uppfyllingu sína í Guðspjöllunum. En eiginlegi tilgangur er að frelsa fallin mannkyn, því það er Kristur sem frelsar frá synd og dauða. En nú langar mig að líta á umdelda og áhrifamikla yfirlýsingu í Biblíunni. Loforðið mey muni verða þunguð og fæða son. Við lesum það í Jesaja 7:14. Fyrir því mun Drottinn gefa yður tákn sjálfur, sjá yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Þetta versi skrifað ekki aðeins á tíma mikillar spennu og tilvista kreppu, heldur nær fram til þess þegar Guð sjálfur kom í holdi. Til að skilja fullkomlega merkingu þessa spádóms verðum við að skoða sögulegt umhverfi hans. Árið var 730 fyrir Krist og Júda undir stjórn Agas konungs er í hættu vegna bandalags Sýrlands og Efraím. Jesaja er sendur til að hitta konung þar sem hann óttaðist þetta bandalag og færa honum orð að óttast eigi og láta eigi hugfallast. Jesaja fullvissar hann að áætlanir óvinnar þeirra muni ekki standa. En Guð, hann býður Agas upp á það að fá tákn frá Guði að hann muni vernda þá og segir, býð þér tákn af drottni Guði þínu. En Agas, lamaður af ótta og vantrú, neitar að biðja tákn og segir, ég vil einskis biðja og eigi freista drottins. Guð lofar engu að síður tákni. Barn mun fæðast á yfirnáttúrulegan hátt og nafn þess þýðir Guð með oss. Og orðið yngismær hér þarf ekki endilega að þýða hrein mey, það gæti einfaldlega verið ung stúlka. En Ísraelsmenn sjálfir skildu spádóminn sem yfirnáttúrulega fæðingu. Tákn svo óvinnilegt að það gat aðeins orðið með beinni íhlutun Guðs. Matteus staðfestir þennan skilning í kafla 1 og vers 22 og 23. Allt var þetta til þess að ræta skildi orð drottins fyrir munn spámannsins, sjá mærin með þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel, sem þýðir Guð með oss. Það er ekki aðeins að máttur Guðs opinberast í meyjarfæðingunni, heldur er þetta uppfylling aldagamals loforðs. Matteus hikar ekki við að tengja þetta augnablik beint við Jesaja og bendir okkur á sjálft táknið sem Guð gaf Agas, tákn sem að konungurinn hafnaði en Guð gaf engu að síður og uppfyllist hér í fyllingu tímans. En þetta er meira en sönnun fyrir meyjarfæðingu. Jesaja 7:14 stendur ekki eitt og sér. Í þessum köflum finnum við ljós sem skín í myrkri. Jesaja 9:2 segir, sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós, yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Og síðan í versi 6, því að barn er á fætt, sonur er á skefin, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guðhetja, eilífða faðir og friðar höfðingi. Og síðan í 11. kafla versi 1 og 2, að stofni Ísai mun kvistur framspretta og ángi upp vaksa á rótum hans. Yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Ísai sem nefndur hér er faðir Davíðs konungs. Þannig vísar þetta til ættefnis hans, en einnig til þess að þetta er engin venjulegur einstaklingur, heldur bæði Guð og maður. Og í Jóhannes 1:14 segir, og orðið var hold og hann bjó með oss. Og það minnir okkur á tjaldbúðina, þar sem dýr Guðs bjó í tjaldi meðal Ísraels. Nú í Kristi tekur þessi dýrð á sig mannlegt form, hann kemur ekki í heiminn í gegnum konunglega skrúða, heldur í móðurkviði meyjar,
í myrkri Nasaret til að fæðast í jötu í Betlehem. Hvert smáatriði, tímasetningin og ætternið, allt uppfyllt af nákvæmni til að uppfylla það sem sagt var í gegnum Jesaja. Þannig þurfum við að koma auga á ekki aðeins kraftaverkið, heldur einnig boðskapinn, að hjálpræði kom ekki af frumkvæði mannsins, heldur að guðlegri íhlutun. Að mesta von okkar hafði ekki orðið til að vilja mannsins, heldur fyrir yfirnáttúrulega íhlutun Guðs. Eins og Páll skrifar í Galaterbréfinu 4:4, en þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn fæddan af konu. Ekki bara konu, heldur konan sem spáða fyrir allt frá fyrstu Mósebók til Jesaja, og þannig meyjarfæðingin hápunkturinn þegar himinn og jörð snertast, þegar loforð verður að persónu, þegar Guð vefur sig inn í hold til að búa meðal þeirra sem hefur vilst frá honum. Barnið fæðist fyrir okkur, Guð með oss, Immanuel, uppfylling táknsins sem Agas hafnaði, en sem heimurinn þarf svo sárlega á að halda. Lítum á annan spádóm sem segir til fæðingarstað hans, að spámaðurinn Míka mun tala hann sem kemur frá ómerkilegum bæ Betlehem, stað sem er ríkur af sögu en lítill af stærð. Þar sjáum við hvernig Guð skipuleggur hvert smáatriði til að afhjúpa hver sonur hans er. Frá meyjarfæðingu þrengist fyrirheitið enn frekar, ekki aðeins af eðli fæðingarinnar, heldur einnig af staðsetningunni. Á tímum þegar bæði norður og söður konungsríki Ísraels voru að sökkva í spillingu og skurðgoðadýrkun, talaði Míka bæði dóm og endurreisn og flettaði saman yfirvofandi útlegð við von endurlausn. Meðal þessara spádóma skín eitt vers í gegnum ringulreiðina í Míka 5:2, þar sem segir: og þú Betlehem Efrata, þó þú sért einna minnst af héraðsborgunum í Júda, þá skal þú frá þér koma sá vera skal drottnar í Ísrael, og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíðardögum. Þessi spádómur ber með sér sögulega þýðingu. Bærinn Betlehem, sem þýðir brauðhús, var ekki aðeins punktur á kortinu, heldur staður sem þegar var hlaðinn sögulegum atburðum. Þarna var grafreitur Rakelar og sögustaður Rutar og einnig heimabær Davíðs konungs, eins dáða konungs Ísraels. Og spádómur Míka gerir meira en að tilgreina staðsetningu. Hann festir Messías í konunglega línu Davíðs og staðfestir að koma hans ekki tilviljun, heldur með guðlegri íhlutun sem uppfyllir bæði ætterni og staðsetningu. Með því að skilgreina Betlehem Efrata útilokar hann að nokkur geti haft einhverja aðra staðsetningu í huga. Spádómurinn gefur nákvæmlega staðsetninguna á þorpinu sem liggur 8 kílómetra suður af Jerúsalem. Setningin þótt þú sért ein minnsta héraðsborgunum í Júda segir okkur ekki aðeins til stærð bæjarins, heldur einnig hversu ómerkilegur hann var í huga fólks. Það væri úr þessu að því virðist ómerkilega þorpi sem Guð myndi færa fram eilífan lausnara. Og loka orðin ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíðardögum, sýnir okkur hvern talað. Messías ekki aðeins fæddur í Betlehem. Hann var til fyrir Betlehem, áður en tíminn hófst. Og textinn staðfestir tilvist Messíasar fyrirfæðingana og þannig sýnir fram á guðlegt eðli hans. Þessi texti vísar svo augljóslega til Messíasar að öldum síðar, þegar Heródes spurði æðstu prestana og fræðimennina fæðingarstað Krists, svöruðu þeir hiklaust með því að vitna í Míka 5:2. Eins og við lesum í Mattheus 2:5 og 6. Þeir svöruðu honum: í Betlehem í Júdeu, en þannig ritað hjá spámönnunum: þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmíns Ísraels. En kaldhæðnin augljós. Þeir sem þekktu spádóminn tóku ekki að vel á móti þeim sem uppfyllti hann. En erlendir vitringar, leiddir aðeins af stjörnu og guðlegu innsæi, ferðuðust langa leiðir til að dýrka hann. Staðsetningin, þó hóvar, var ekki tilviljunarkennd.
Hún hafði frá fornu fari verið merkt sem vagga guðlegs konungs. Auk þess nefna höfundar guðspjallana ekki aðeins Betlehem sem uppfyllingu spádóms, þau festa fæðingu Krists í röð sögulegra aðstæðna sem undirstrika guðlega forsjón. Lúkas 2:17 segir frá því hvernig tilskipun Ágústusar keisara neyddi Jósef og Maríu til að ferðast frá Nasaret til Betlehem einmitt þegar barnið fæddist. Vilji Guðs knýr fram tilskipun keisara sem stýrir sögunni til að þjóna spádóminum. Þannig þjónar jafnvel manntal Rómar frelsunaráforminu og barnið fæðist þar sem að ritningarnar sögðu að það yrði, ekki í dýrð heldur í einfaldleika, ekki í höll heldur í jötu. Og þessi smáatriði skipta máli því Betlehem, brauðhúsið, verður fæðingarstaður hans sem síðar sagði: Ég er brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur. Sá sem fæddur er samkvæmt fyrirheiti yrði brotinn eins og brauð heiminum til lífs. Davíð konungur frá Betlehem gaf eitt sinn sauðfé og barðist við ljón á sömu völlum. Jesús sinn stærri Davíð fæddist í sama bæ, mettaði fjöldan og mætti sjálfur ljóni dauðans. Hliðstæðan er áberandi og uppfyllingin nákvæm. Þannig snýst spádómur Míka ekki aðeins Betlehem sem staðsetningu, það snýst hjarta Guðs að velja það sem er lítilmótlegt til að veita hinum voldugu kynróða. Hann kemur í auðmýkt til að lægja hina stoltu. Drottinn dýrðarinnar valdi ekki Jerúsalem, pólitíska og trúarlega höfuborg, heldur lítilfjölugt þorp til að sýna að hjálpræði kemur ekki með valdi og stolti, heldur með undirgefni, hóvarð og guðlegri íhlutun. Þversögn fagnaðarendisins birtist hér að eilífur stjórnandi kemur inn í heiminn sem hjálparvana ungbarn, vafið og lagt í jötu á meðan englar lýsa friði og hirðar beygja sig í undrun. Þegar við komum að rödd spámannsins Jeremía, munum við rekast á nýja vídd þessarar frelsunarsögu. Jeremía beinir okkur á nýjan sáttmála. Sáttmála sem ekki er skrifaður á steintöflur, heldur á hjörtu. Í 31. kafla Jeremía er okkur lofað endurnýjun hjartans sem færir endurlausnina einu skrefin nær dýrlegum hápunkti. Hér er það sem að framkemur nýtt og ótrúlegt loforð, ekki aðeins endurreisn heldur umbreytingu. Sáttmála sem endur skrifar eðli mannshjartans. Þetta loforð kemur í gegnum Jeremía, harmkvæla spámaninn sem þjónaði á myrkustu tímum Júda á tímu útlegðarinnar í Babylon. Þegar Jerúsalem var rústir einar, musterið hrunið og þjóðar stolti brostið, talar Jeremía með byltingakendum hætti. Jeremía 31, 31-33. Sjá þeir dagar munu koma, segir Drottinn, en ég mun gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. Og til að skilja mikilvægi þessa spádóms þurfum við að hafa í huga aðra sáttmála Biblíunnar. Frá sáttmála Nóa sem lofaði stöðuleika í heim eftir dóm, til sáttmála Abrahams sem tryggði land og blessun, til sáttmála Móse á Sínai sem gaf okkur lögmálið, til Davíð sáttmálans sem tryggði ætternið. Þá bætti hvert stig sáttmála við opinberunina, en enginn gat leyst dýpsta mannlega vandamálið, hjartað. Þrátt fyrir helgi Móse lögmálsins gat það ekki umbreytt hinum innra manni. Það gat dæmt og afhjúpað en ekki endurnýjað. Eins og Páll skrifaði síðar, það sem lögmálinu var ógerlegt, það gjörði Guð. Og spádómur Jeremía sem gefinn var á tímum þegar fyrri sáttmálinn hafði verið brotinn, töflurnar brotnar, musterið spillt og fólki dreift, þá er eitthvað alveg nýtt boðað. Og síðan heldur hann áfram og segir: ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tók í hönd þeirra til þess að leiða það út á Egyptalandi, sáttmálan sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir Drottinn. Nýji sáttmálinn verður ekki ritaður á stein, heldur á hold, ekki þvingaður, heldur græddur innra með okkur. Síðan útskýrir hann í hverju þessi nýji sáttmáli felst í versunum 33 og 34.
En í þessu skal sáttmálinn fólkin vera, sá ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. Og það í hjartanu sem viljinn býr. Þetta sáttmáli sem endur nýjar sálina. Og þessi endurnýjun leiðir að sér sérstaka nánd við Guð því hann segir, ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera mín þjóð. Og það Guð sem ritar lögmál sitt á hjörtun, sýnir okkur að Guð vill eiga persónulegt samband við hvert og eitt okkar. Ólíkt gamla sáttmálanum sem miðlaðir í getum presta og spámenn gerir þessi nýji sáttmáli ráð fyrir persónulegri upplifun. Hápunktur þessa nýja sáttmála fyrirgefning eins og við lesum þarna, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast synda þeirra. Í ljósi þess að það voru syndir Ísraels sem leiddi yfir þá eyðileggingu og útlegð, þá þetta stórkostlegt loforð. Guð gefur ekki aðeins, hann fyrirgefur ekki aðeins, heldur gleymir, ekki af minnisleysi, heldur í sáttmála. Syndirnar sem áður voru hindrun nú fjarlægðar. Skuggi dýra fórna undir gamla sáttmálanum víkur fyrir friðþægingu sem hreinsar samviskuna. Í þessu samhengi vitnar höfundur Hebreabréfsins sem skrifaði fyrst og fremst til gyðinga í Jeremía 31 og lýsir yfir að gamli sáttmálinn sé úreltur og að Jesús fyrir eigi blóð hafi orðið milligöngumaður nýs sáttmála. Hann heldur síðan áfram í Hebreabréfinu 10:16-18 og segir, þetta sáttmálinn ég mun gjöra við þá eftir þá daga, segir Drottinn, lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Og síðan segir hann, ég mun aldrei framar minnast synda þeirra eða lögmálsbrota, en þar sem syndirnar fyrirgefnar, þar þarf ekki framar fórn fyrir synd. Dauði Krists uppfyllti ekki aðeins hið gamla, hann opnar hið nýja. Við síðustu kvöldmáltíðina setti Jesús sjálfur þennan spádóm sem hjarta hjálpræðisins. Hann tók byggarinn og sagði, þessi kærleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yður útelt. Á því augnabliki var Jesús ekki aðeins að gefa til kynna dauða sinn, hann lýsti því yfir að yfirvofandi fórn hans yrði hornsteinn í sögu sáttmálans, uppfylling spádóms Jeremía og upphaf nýs náðartímabils. Kristur milligöngumaður nýja sáttmálans í Jeremía 31. Lambið sem leitt til slátrunar verður presturinn sem biður fyrir okkur. Lögin sem áður voru skrifuð á steintöflur nú skráð í umbreyttum hjörtum og það sem byrjaði í Eden sem brotið samfélag færist nú í átt að endurreisn. Ekki í helgisiðum, ekki með mannlegri viðleitni, heldur með því að andi Guðs býr innra með okkur og ritar lög Guðs á hjörtu okkar. Hið gamla liðið, þegar nýja hefur tekið við og spurningin til okkar ekki aðeins hvort við treystum spádóminum, heldur hvort við höfum leyft Guði að rita á töflur okkar eigins hjarta. Við þurfum að sjá fyrir okkur hvernig allt Gamla testamentið virkar ekki aðeins sem sögulegu bakgrunnur, heldur sem guðleg hönnun. Þetta voru ekki tilvílanir, ekki ljóðræn tákn, heldur markvissir skuggar sem varpað var frá dýr Krists sem stendur í miðju allra ritningarinnar. Þannig verður hver helgisiður af vegvísi sem bendir fram á við til þess sem myndi birta hérna sönnu merkingu þeirra. Höfundur Hebreabréfsins gerir þessa tengingu skýra í kapla 10 og versi 1. Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem í vændum, ekki skýra mynd þess. Og það sýnir okkur að hið gamla var alltaf ætlað að benda til hins nýja. Gamla testamentið var aldrei úrelt, heldur undirstaðan sem að nýji sáttmálinn stendur á. Vitnisburður trúfesti Guð sem opinberar mátt sinn og kallar fólksveit til að muna bæði skugga og fyrirmyndir sem eina opinberun. Hvað þá mikilvægi Gamla testamentisins fyrir trúaða sem lifa undir náð nýja sáttmálans? Svarið finnum við í vitnisburði ritningarinnar sjálfurar. Gamla testamentið ekki slitin klæði, heldur jarðvegurinn sem nýja testamentið sáð í.
Án undirstöðu þess fagnaðarerindið óskiljanlegt. Jesús sjálfur staðfesti þetta í Mattheus 5:17 þar sem hann segir: Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina, ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Þessi orð sem sögð eru í upphafi fjallræðunar staðfesti ekki aðeins virðingu hans fyrir hebresku ritunum, heldur einnig hlutverk hans sem sá sem þau öll sameinast um. Lögin og spámennirnir, sem eru í raun allt Gamla testamentið, ekki afnumin, heldur fullkomnast í honum. Loforð þeirra voru haldin, skuggar þeirra holdgerðir, merkingar þeirra afhjúpaðir. Þegar bæði testamentin eru lesin saman, kemur heildarmyndin í ljós. Raunar skildu postularnir þetta mjög vel. Páll sem skrifaði til Tímóteusar staðfesti mikilvægi hebresku ritningana og sagði: Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þar geta veitt þá speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Á þeim tíma sem Páll skrifaði vísaði heilaga ritningin eingöngu til þess sem við köllum nú Gamla testamentið. Hann heldur áfram í versi 16: Sérhver ritning innblásin af Guði og nytsendu fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhver góðs verks. Það engin tilviljun að Páll tengir kristilegan þroska við texta sem margir telja nú úreltan. Hann sér í hinu forna orði ekki aðeins sögulegt gildi, heldur umbreytandi kraft. Og meira en það, Gamla testamenti kennir okkur eðli Guðs. Í eyðimerkinni opinberar hann sig sem frelsara, sem heldur sáttmála. Í sálmunum sem athvarf og réttlátur dómari. Í spámönnunum sem Guð bæði réttlátur og miskunnsamur, þolinmóður og langlundur, óbilandi í leit sinna fólki sem sífellt gleymir honum. Með lögum, ljóðlist og spádómum býður Gamla testamentið okkur að þekkja Guð í verkum hans, orðum og trúfesti við sáttmála. Guð sem gekk með Abraham, sem barðist við Jakob, sem gréti gegnum Jeremía og þann sem þrumaði á Sínai, sami Guð sem vafði sig í hold og bar synd okkar á Golgata. Til að skilja hvað Kristur uppfyllti verður maður að skilja það sem var lofað. Til að skilja mikilvægi krossins þarf maður að skilja altarið og lambið. Gamla testamentið veitir innsýn í eðli, réttlætis og dýpt syndafallsins. Sálmarnir kenna okkur hvernig á að biðja í gleði og sorg og orðskuðirnir kenna okkur visku. Frásagnir dómara, konunga og spámana þjóna sem speglar og viðvaranir sem minna okkur á að mannlegt eðli reikar í villu. Og þrátt fyrir öll mistökin og veikleikana bendir Gamla testamentið fram á við og gefur von sem neitar að deyja, því hún grundvölluð í Guði sem gleymir ekki loforðum sínum. Það ber vitni að sami Guð og talaði heiminn til lífs, kallaði Abraham, reisti Móse upp til að leiða þjóð sína og smurði Davíð til konungs, einmitt sá sem talaði aftur í syni sínum, sem hann setti erfingja allra hluta og fyrir hann hefur hann líka heimanna gjört. Því ber okkur að lesa Biblíuna ekki sem tvær aðskildar sögur, heldur sem eina guðlega frásögn, sem hófst í garði, náði hámarki á krossi og mun enda í borg, þar sem lambið ljósið. Biblían ein samfelld frásögn, þar sem Guð í visku sinni hefur fletta saman skugga og uppfyllingu, þar til þennan hámarki í persónu Jesú Krists. Frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar, frá Eden til krossins og frá loforðum sem hvíslu voru til spámana, tala ritningarnar sem einrödd og lýsa yfir óbilandi kærleika og frelsandi tilgangi Guðs. Við byrjuðum í garðinum þar sem bölvun syndarinnar var fyrst tilkynnt ásamt fyrsta vonarglampa og loforði sæðið. Það var hornsteinn allra síðari spádóma. Þráður sem spámenn tóku upp og sungu í sálmum, framkvæmdu í fórnum og héldu áfram kynslóðum saman, þar til tíminn fullnaðist. Guð sendi son sinn fæddan af konu. Fræið varð hold.
Hver sáttmáli fann fyllingu sína í honum, þeim sem var stærri en Abraham, sem myndi blessa alla þjóðir fyrir fórn sína. Hinn sanni og betri Móse, sem miðlar ekki lögmáli rituð á stein, heldur náð rituð í hjörtu. Ríki hans ekki af þessum heimi og mun aldrei enda. Hann lambið, kletturinn sem var sleginn í eyðimörkinni, okkar æðsti prestur, musturið sem ekki með höndum gjört og spámaðurinn eins og Móse. Saga ritninganna hans saga og opinbera dýrð hans. Gamla testamentið því ekki úrelt, heldur ómissandi, ekki afskrifað, heldur uppfyllt. Án lögmálsins getum við ekki séð dýrð náðarinnar og án fórnakerfisins fórn Krists marklaus. Láttu þetta vera hvatningu til að líta á Biblíuna ekki sem tvær aðskildar sögur, heldur sem eina heild. Ekki líta á Gamla testamentið sem fortíð og Nýja testamentið sem nútíð, heldur að sjá þau saman sem eina heild. Fagnaðar erindið hófst ekki í Matteusi, það hófst í 1. Mósebók og nær fullnustu í Opinberunarbókinni þegar lambið sem slátrað var mun ríkja í dýrð og Guð sjálfur dvelja með fólki sínu. Og þangað til mættu við eins og lærisveinarnir á leiðinu til Emaus finna hjörtu okkar brenna innra með okkur þegar ritningarnar opnaðar. Og megum við eins og þeir viðurkenna að hvert orð, hver lína og hver sáttmáli, hver spádómur hefur alltaf bent til hans, Jesú Krist, sem hinn sami í gær og í dag og aldir. Amen.